Í 2. Mósebók, kafla 32. Kannski, til þess að láta ekki annan synga, það vegna þess að maður sjálfur fyrst að synga. Já, þannig það. Ef ég fyrst að synga, þá læt ég hina manneskina falla líka. Ef ég reiður, þá móðga ég hinn, segi eitthvað sem særir hann verður reiður og þá syndar hann líka. Þess vegna þarf ég að vera varkár, að valda ekki því að annars syngi eða falli vegna veikleika minna, skorts á hyggindum, skorts á visku, skorts á sannfæringu eða skorts á því að vera umbreyttur Guði. Ég þarf að vera manneskja sem hófsöm, heiðarleg, heil í fari, réttlát í öllu, svo að engin annar falli vegna hegðunar minnar. Hvort sem það í orðum eða gjörðum, sýnilegum eða ósýnilegum, má hinn ekki sjá eitthvað í mér sem leiðir hann til villu eða syndar. Þess vegna eigum við að bera virðingu fyrir sjálfum okkur, vera einlæg, réttlát, segja alltaf sannleikann, vera heiðarleg í öllu. Svo að aðrir sjái það í okkur. Þá munu þeir bera virðingu fyrir því og falla ekki í gildrana. Þetta með að láta aðra synga eins og þegar óvinurinn setur freistingu fyrir einhvern sem hefur veikleika til að láta hann falla. Það þetta. Við eigum að hæfa okkur sem börn Guðs, til að móðga engan og ekki verða til þess að aðrir eyðileggi andlegt líf sitt vegna okkar, vegna slæmra gjörða okkar eða rangrar framkomu. Það það. Já, gott. Systirinn las hér eitthvað skurðgoðadýrkun fólksins, ekki satt. Með tilliti til spurningarinnar sé ég ekki alveg tenginguna við það sem við lásum. Hér lásum við að Móse var uppi á Sínaífjalli að tala við Guð. Ísraelsmenn voru í herbúðum og þar sem Móse tafðist í 40 daga og 40 nætur, urðu þeir óþolinmóðir og sögðu við Áron, bróður Móse, sem síðar átti að verða prestur. Móse hefur yfirgefið okkur, hann leiddi okkur út úr Egyptalandi og nú erum við hér í eyðimörkinni án Guðs. Við skulum gera okkur Guð til að tilbiðja. Þetta var það sem fólkið sagði við Áron. Og Áron lét sannfærast og sagði konunum að færa sér skartklipu sína. Þar sem allt var úr gulli, söfnuðu þeir þessu saman, bræddu það og gerðu úr því gullkálf. Þá sagði Áron við þá, sjáðu Guð ykkar, þetta Guðinn sem leiddi ykkur út úr Egyptalandi, auðvitað var drottinn reiður. Guð okkar var vandlátur, hvernig gat fólki gert þetta? Þá refsaði Guð fólkinu harðlega og einnig Áron. Þegar Móse kom niður af fjallinu ámyndi hann Áron og spurði hvernig hann hefði getað gert þetta, hvernig hann hefði getað vakið vandlæti drottins og sýnt slíkt vanþakklæti, í stað þess að þakka Guði fyrir að hafa leitt þá út og haldið þeim þar. Guð var því mjög reiður vegna þessa skurðgoðs sem þeir gerðu, þessa kálfs. Upp frá því hafði þetta alvarlegar afleiðingar fyrir fólkið, því Guð var alltaf meðvitaður það sem þeir höfðu gert og synd skurðgoðadýrkunarinnar sem þeir höfðu framið. Þess vegna segir Móse við Áron, fólki lét því synda. Þess vegna segi ég, sá sem lætur annan synga gerir það vegna eigin syndar og veldur því að hinn fellur líka. Fólkið hafi synd óhlýni, það mat ekki Guð og þakkaði honum ekki. Allt sem það hafi séð skipti það engu máli. Þeir sögðu við Áron, við erum yfirgefin, gerðu okkur Guð, þannig lét fólkið Áron synga og hann fell einnig í synd skurðgoðadýrkunar. Það var það sem gerðist. Mjög gott. Þess vegna stundum mikilvægt að lesa, því það enn til þeir sem hafa ekki lesið 2. Mósebók, sem mjög falleg og áhugaverð bók að lesa. Í 2. Mósebók, kafla 32. Kannski, til þess að láta ekki annan synga, það vegna þess að maður sjálfur fyrst að synga. Já, þannig það. Ef ég fyrst að synga, þá læt ég hina manneskina falla líka. Ef ég reiður, þá móðga ég hinn, segi eitthvað sem særir hann verður reiður og þá syndar hann líka. Þess vegna þarf ég að vera varkár, að valda ekki því að annars syngi eða falli vegna veikleika minna, skorts á hyggindum, skorts á visku, skorts á sannfæringu eða skorts á því að vera umbreyttur Guði. Ég þarf að vera manneskja sem hófsöm, heiðarleg, heil í fari, réttlát í öllu, svo að engin annar falli vegna hegðunar minnar. Hvort sem það í orðum eða gjörðum, sýnilegum eða ósýnilegum, má hinn ekki sjá eitthvað í mér sem leiðir hann til villu eða syndar. Þess vegna eigum við að bera virðingu fyrir sjálfum okkur, vera einlæg, réttlát, segja alltaf sannleikann, vera heiðarleg í öllu. Svo að aðrir sjái það í okkur. Þá munu þeir bera virðingu fyrir því og falla ekki í gildruna. Þetta með að láta aðra synga eins og þegar óvinurinn setur freistingu fyrir einhvern sem hefur veikleika
til að láta hann falla. Það þetta. Við eigum að hæða okkur sem börn Guðs til að móka engan og ekki verða til þess að aðrir eyðileggi andlegt líf sitt vegna okkar, vegna slæmra gjörða okkar eða rangrar framkomu. Það það. Já, gott. Systirinn las hér eitthvað skurðgoðadýrkun fólksins, ekki satt. Með tilliti til spurningarinnar sé ég ekki alveg tenginguna við það sem við lásum. Hér lásum við að Móse var uppi á Sínaífelli að tala við Guð. Ísraelsmenn voru í herbúðum og þar sem Móse tafist í 40 daga og 40 nætur urðu þeir óþolinmóðir og sögðu við Áron, bróður Móse, sem síðar átti að verða prestur. Móse hefur yfirgefið okkur, hann leiddi okkur út úr Egyptalandi og nú erum við hér í eyðimörkinni án Guðs. Við skulum gera okkur Guð til að tilbiðja. Þetta var það sem fólkið sagði við Áron. Og Áron lét sannfærast og sagði konunum að færa sér skartgripi sína. Það sem allt var úr gulli, söfnuðu þeir þessi saman, brættu það og gerðu úr því gullkálf. Þá sagði Áron við þá, sjáðu Guð ykkar, þetta er Guðinn sem leiddi ykkur út úr Egyptalandi, auðvitað var drottinn reiður. Guð okkar var vandlátur, hvernig gat fólki gert þetta? Þá refsaði Guð fólkinu harðlega og einnig Áron. Þegar Móse kom niður af fjallinu ámyndi hann Áron og spurði hvernig hann hefði getað gert þetta, hvernig hann hefði getað vakið vandlæti drottins og sýnt slíkt vanþakklæti, í stað þess að þakka Guði fyrir að hafa leitt þá út og haldið þeim þar. Guð var því mjög reiður vegna þessa skurðgoðs sem þeir gerðu, þessa káls. Upp frá því hafði þetta alvarlegar afleiðingar fyrir fólkið, því Guð var alltaf meðvitaður það sem þeir höfðu gert og synd skurðgoðadýrkunarinnar sem þeir höfðu framið. Þess vegna segir Móse við Áron, fólki lét því synda. Þess vegna segi ég, sá sem lætur annan synda gerir það vegna eigin syndar og veldur því að hinn fellur líka. Fólkið hafði synd óhlýðni, það mat ekki Guð og þakkaði honum ekki. Allt sem það hafði séð skipti það engu máli. Þeir sögðu við Áron, við erum yfirgefin, gerðu okkur Guð, þannig lét fólkið Áron synda og hann fyll einnig í synd skurðgoðadýrkunar. Það var það sem gerðist. Mjög gott. Þess vegna er stundum mikilvægt að lesa, því það eru enn til þeir sem hafa ekki lesið önnur Mósebók, sem er mjög falleg og áhugaverð bók að lesa.